Ljóðasetur Íslands, það staðsett á Siglufirði og þar ert þú stofnandi og forstöðumaður. Geturðu kannski byrja á að segja mér bara svona hvað að frétta hjá okkur? Hvernig laði sumarið í ykkur til dæmis? Sumarið var bara ljómandi gott hjá okkur. Við náttúrulega erum staðsett á Siglufirði og þar mjög aukin ferðamannatrafík og kannski sérstaklega erlendu ferðafólki. Finnum mikið fyrir því hvað mikið meira af erlendu ferðamönnum. Þannig að það sívaxandi umferð á ljóðasetrinu eins og öðrum söfnum og setrum á Siglufirði. Og hafa erlendir ferðamenn áhuga á því sem þið hafið upp á að bjóða þarna? Já, merkilegt nokk. Þá hafa þeir töluverðan áhuga og þekkja sérstaklega svona eldri kveðskap okkar Íslendinga, eddukvæðin sérstaklega og fleira sem þeim kannast við og mjög gaman að taka á móti þeim og fræða þá íslenska kveðskap og íslenska tungu sem náttúrulega einstök út af því hversu lítið hún hefur breyst frá örófi aldar eða frá því að byggð hófst hér á Íslandi. Hvernig það? Fyllist maður ekki svona svolítið stolti þegar það koma erlendir ferðamenn og hafa svona mikinn áhuga á íslenskri ljóðlist og þekkja til? Jú, þetta er forréttindi að fá að vera þessari stöðu, má segja. Að fá að kynna þetta fyrir þessum erlendu gestum og finna fyrir áhuga þeirra. Þetta náttúrulega svo merk saga sem að býr í okkar kveðskap og svo nátengd okkar sögu. Ég opnaði þarna 2011 og frú Vigdís Finnbogadóttir mætti til þess að vígja setrið opinberlega og lýsa það opið og hún sagði einmitt í ræðu sinni að svona setur ætti að vera í hverjum landsfjórðungi og var mjög hissa á að þetta væri ekki komið nú þegar. Já. Og þú segir þið opnuðu 2011, eru þið svo með fastar sýningar og svo eitthvað breytilegt? Hvernig? Já, þetta svona kannski í nokkrum þáttum að segja. Það svona sögu- og fræðslusýning þar sem að fólk getur lesið sér til íslenska kveðskap frá upphafi til okkar tíma, hvernig það hefur þróast. Og síðan ég að safna einu eintaki af öllum ljóðabókum sem komið út á landinu. Það ekkert smá. Nei, það töluvert magn. Og komið kannski með svona 1/3 því sem gefið hefur út. Og síðan ég með til sölu notaðar ljóðabækur þegar ég fæ auka eintök. Þannig að fólk getur verslað sér notaðar ljóðabækur. Og svo kannski síðast en ekki síst að þá eru lifandi viðburðir alla daga yfir sumarið klukkan 4. Vá. Þannig að það eru upplestrar eða tónlist eða eitthvað sem tengist íslenskum kveðskap. Og það náttúrulega alveg hellingur af fleiri svona menningar viðburðum og stofnunum á Siglufirði, þannig að það greinlega allt iðandi af öllum listformum á Siglufirði. Já, þetta mjög svona rík flóra og náttúrulega með síldarminjasafnið sem móðurskipið og það náttúrulega koma yfir 20.000 gestir á ári og svo erum við þjóðlagasetrið, komum með glæsilegt ljósmyndasafn og svo erum við listamenn í 3-4 starfandi listamenn með sín gallerí og fleira, þannig að það nóg að sjá. Og ljóðlistin bara komin aftur í tísku? Já. Ef hún datt einhvern tímann tísku? Ef hún datt einhvern tímann tísku, já. Það oft verið talað að ljóðið sé dautt. Já. Svona kannski byrjaði að heyrast kannski 1980, 1990 eitthvað svoleiðis. Já. En það var kannski eina ástæðan fyrir því að ég vildi stofna þetta setur og stofnaði að til þess að vekja meiri áhuga og athygli á þessum merka arfi okkar. Já. Og mér finnst vera aukin svona vitundavakning í sambandi við ljóðlistina. Finn fyrir því. Og núna á föstudaginn ert þú með viðburð sem ber pínlítið sérkennilegt heiti, 1000. Já. Hvernig getur þú útskýrt það aðeins fyrir mér? Það nú svona, kemur nú til að því að ég búinn að vera að vasast í tónlist frá barnsaldri bara og sem sagt núna þessar mundir búin að koma fram 1000 sinnum til að flytja tónlist. Einmitt. Á mínu ferli sem hófst 1978 vestur á Bíldudal þar sem ég fæddur uppalinn. Og ertu búin að telja þetta samviskusamlega? Já, þessu hefur verið haldið til haga. Já, greinilega. Ég haldið einhverju áráttu og að skrá niður allt sem ég geri, eða svona ýmislegt sem ég geri, sérstaklega svona á listasviðinu og þetta svona segja nýjustu tölur að þetta verði 1000. skiptið á föstudaginn. Já. En þessi viðburður, ætlarðu þarna svona að rekja ferilinn og hvað má fólk eiga von á? Já, þarna hugmyndin ég ætla að byrja klukkan 12 á hádegi og spila og syngja og flytja mitt efni
bæði lög og ljóð og texta og lesa sögur sem ég hef verið að skrá og ýmislegt fleira sem ég hef verið að skrifa og gefa út. Og byrja klukkan 12 á hádegi og halda þessu áfram svona eitthvað fram yfir miðnætti. Þannig að þetta er svona marathon? Þetta má segja, svona hálfmarathon kannski. Hálfmarathon, já. Og hef fengið til liðs við mig gott fólk á Siglufirði sem hefur komið fram með mér gegnum tíðina, sem mun koma hann inn og taka nokkuð lög með mér og svona ýmislegt skemmtilegt sem verður þarna að vera. Og það er svona aðeins stærri tilgangur á bakvið þennan viðburð. Já, ég datt í hug, mér finnst svona kannski þetta tilefni þó að það sé gott og allt það, en kannski ég mætti hafa einhvern svona hærri tilgang og þá hafi ég hugsað mér, búin að stofna sjóð sem að ég ætla að byrja að fjármagna á þessum degi. Sem fólk getur komið inn og sett peninga í bauk til að styrkja þennan sjóð sem á að vera til þess að styðja við ungar fjölskyldur í Fjallabyggð sem að svona eiga við veikindi að stríða, hvort sem það eru veikindi foreldra eða veikindi barna. Og hvernig kviknaði akkurat þessi hugmynd? Það er spurning, ég er náttúrulega búinn að vera að kenna á Siglufirði í 20 ár og er núna að kenna í Menntaskólanum á Tröllaskaga í Ólafsfirði og var náttúrulega búinn að fylgjast með þessum börnum gegnum tíðina og þetta eru alltaf börnin manns. Maður er búinn að kenna krökkunum svona lengi og hefur gaman að fylgjast með þeim, hefja sitt líf, fjölskyldulíf og svoleiðis og svo veit maður náttúrulega að gengur ýmsu hjá þeim eins og öllum öðrum. Þannig að mér langaði svona til þess að láta eitthvað gott að mér leiða til þessara fjölskyldna sem eiga kannski sárt að binda. Og hvernig getur maður styrkt þetta góða málefni? Ég er búinn að stofna reikning í Sparisjóð Siglufjarðar eða sem að mun nú heita Arion banki innan skamms, ég veit ekki hvernig það gerist nákvæmlega, þar sem hægt er að styðja við þetta starf. Og svo er bara að mæta á tónleikana, ekki satt? Já, og svo er endilega að mæta og það er hægt að stinga peningum í bauk til að styrkja verkefnið. Værirðu nokkuð til í að gefa okkur svona smá hugmynd það hvað þú ert búinn að vera að fást við og hvað fólk má eiga vona því að sjá þarna á föstudaginn? Já, það er alveg sjálfsagt. Ég er nú búinn að gefa út 5 geisladiska með mínu eigin efni og 4 ljóðabækur. Datt í hug að leyfa ykkur að heyra smá sýnishorn úr ljóðabók sem heitir Nýr dagur og kom út árið 2012. Þetta er vögguvísa sem ég samdi til sonar míns og svo kemur smá svona saga í kjölfarið. En ljóðið er svona: Sofnaðu við sönginn minn, sonur minn góði. Sofnaðu við sönginn minn, svíf á þessu ljóði, inn í drauma heiminn hljótt, handan dags og nætur, hollar vættir helga nótt, hafi á þér gætur. Og þetta var í ljóðabókin Nýr dagur og það vildi svo skemmtilega til að stuttu eftir að bókin kom út þá fékk ég til mín hóp í ljóðasetrið af eldri skátum frá Akureyri og þar leiddi þann hóp sköruleg kona sem opnaði bókina akkurat á þessu ljóði og las það og sagði svo við mig: ég veit við hvaða lag þetta er samið. Já. Og ég sagði: já, það er bara það, þú segir mér fréttir. Já, ég veit alveg hvaða lag það er, sagði hún. Ég sagði: þetta var nú ekki samið við einn lag. En þá sagði hún: jú, hlustaðu bara. Sofnaðu við sönginn minn, sonur minn góði. Sofnaðu við sönginn minn, svíf á þessu ljóði. Inn í drauma heiminn hljótt, handan dags og nætur. Hollar vættir helga nótt, hafi á þér gætur.